Þetta er verkefni 20 í C-hlutanum á blaðsíðu C26, 20 bóndadagur. Þið setjið haus og fót í skjalið, síðan ætlið að setja texta í dálka, blaðadálka eða textadálka og við ætlum að taka textan héðan og hingað, frá bóndadagur og hingað. Þið farið í layout og þið farið hér í columns og við ætlum að fara í more columns. Það er hægt að stilla 2 dálka hér en við viljum stilla bilið á milli. Þannig að þá förum við í more columns og veljum 2 dálka og við ætlum að hafa bil á milli dálka 1 cm. Það getum ekki ef við veljum beint og síðan segið OK. Og þá kemur þetta svona. Þið eiga að láta fyrsta staf í línu falla niður um 2 línur, 0,1 cm frá texta. Á nóg að vera bara einhver staðar í efnisgreininni, fara í Insert og Drop Cap, velja Drop Cap Options, falla niður um 2 línur og 0,1. Sjáu þetta hér og OK. Og síðan kemur hér líka, þá eru þið stödd hérna í Insert, farið í Drop Cap Options, sjálfgefið er að hann falli niður um 3 línur, við veljum 2 og 0,1 og þá er það komið. Þegar við erum að vinna með blaðadálka þá er oft óeðlilega mikið bil á milli orða ef það er fulljafnaður textinn, þannig að það er ágætt að fara með bendilinn á milli og halda niður í Ctrl og bandstrikinu við hliðin hægra megin við Ö, vinstra megin við bakklykilinn og athuga hvar við getum skipt orðunum. Við erum að skipta á réttum stöðum miðað við íslenskar stafsetningarreglur, annaðhvort að byrja á sérhljóða eða þar sem að orðið er samsett. Og þegar maður er með svona stutt skjal þá er ágætt að nota þetta en í lengri skjölum sem við förum í D-hlutanum, þá getum við látið tölvuna leita. Við förum hérna á milli. Þetta er svo kallað hverfult bandstrik sem þýðir að við breytum letrinu eða spásíunum eða bætum inn orði eða öðru, að þá hverfur bandstrikið og sameinar orðið í línunni. Þannig að þá lítur þetta svona út. Ég held að sé ekki, hérna getum við skipt sunnudag, bara svona í gegnum. Þá er miklu minna bil á milli orðana og svo vistum við